Sælöldumöl. Verið velkomin í þáttnúmer eitthvað af 2 kvöldum. 24 held ég, já. Hvernig hljóma það? Já, hljóma sennilega. Segjum það bara, þá breytum við bara tölunum með þetta vitlaust. Já. Og við ætlum að fara með ykkur í andlegt ferðalag eins og venjulega. Leiða andlega uppljómun. Já. Já. Og já, kynna okkur. Það skrítið það. Í 24. þætti. Já. Við höfum aldrei gert það. Komið sæl, ég heiti Þorsteinn V. Einarsson. Og hvað ertu, Þorsteinn? Ég er 3 barna faðir. Já. Fertur, maður á 50-aldri. Já. Ég er kynjafræðingur og kennari. Já. Ég hef stundum hugsað sko, kannski veit ekkert allir sko hvor okkar er með hvora röddina. Þess þeir sem horfa ekki sko. Og er ekki vanir þér. Já. Stundum hlýtur að vera einhver sem er bara eitthvað, ætla þetta þessi Þorsteinn þarna eða hinn kannski Þorsteinn. Nei, ég er farin að bulla núna. Já. Á ég að kynna mig líka. Ég heit Haukur. Haukur? Bragason. Hver er það? Það er 42 ára skagamaður. Já. Af Efri Skaga. Og ég veit ekki hvað ég er. Ég 2 barna faðir. Útkverfa pabbi. Ritstjóri, prófarkalesari, framkvæmdastjóri. Vá. Kennari. Já. Ég er að kenna fullorðnu fólki. Já, ertu að kenna? Já. Hvar? Ég er Bifröst. Já. Hvað ertu að kenna? Ég er að kenna hagnýt skrif. Hagnýt? Reyndar er ég að kenna námskeið sem heitir skapandi og hagnýt skrif. Ok. Með honum Unnsteini Manuel. Ok. Og hann er skapandi gæinn og ég er þessi leiðilegi sem er með svona hagnýta hlutan. Hvað, þú veist, hvernig er hagnýt? Hagnýt skrif? Já. Bara, þú veist, skrif fyrir framsetningu á VF, leitarvélavænir textar, notendavæn textagerð og svona, já, alls konar svona skemmtilegt, en við erum líka bara svolítið að kasta þessu á milli og leyfa hvor öðrum að fara aðeins inn á svið hvor annars. Já. Við erum búin að gera þetta einu sinni og erum að byrja með þetta aftur núna fljótlega. Bjúkuðu þennan áfanga til, eða? Já. Já, ég skil. En það var nú ekki það sem ég ætla að tala um. Nei. Ég ætla að tala um að sko ég er með eitthvað dagsins í dag. Já. Og viljum ekki að byrja á því samt? Nei, ég ætla að segja aðeins frá því. Af hverju? Af því að það er svolítið dagsins. Að ég sko var að búa til eitthvað dagsins. Ok. Og ég komst að því svona svolítið fljótlega að þetta væri bara of mikið. Þetta er of mikið í eitt þátt. Vá, ok. Þannig að ég ákvað að ég ætla að kalla þetta part 1 fyrir hluti. Ég veit ekki hvort það búið gott en nei, ég veit. Það var það sem ég komst að. Þegar ég var svona rúmlega halvnaði með þetta. Nei, ekki rúmlega halvnaði. Ég var eiginlega bara búinn. Og bara og ég skatta bara hérna og þetta er bara fyrir hluti og svo segi ég bara þetta er hérna eitthvað fyrir hluti. Og svo kom þessi bakþangar sko. Nei, það er ekki hægt að bjóða upp á það. Þá er fyrst alveg veit fólk hvað ég ætla að gera næst. Jú. Það er ekki gaman. Þú veist það. Getur verið að undirbúa þig. Viljum það ekki. Nei. Og það hefur heldur aldrei verið gert að hafa þetta í 2 partum. Það reyndar er aldrei góð rök að svona hefur þetta alltaf verið. Jú, það er alltaf hjá mér sko. Já. Ég er rammakallinn. Já, akkurat. Rammagerðinni. Og þannig ég breyti þessu bara öllu. Þannig ég bara ákvað að kom svona rítstundar hugsun sko að í rauninni er þetta ekki svona stórt. Í rauninni er þetta 2 ólíkir hlutir sem að ég er búin að blanda saman. Þannig að ég köttaði þetta 2 og á bara tilbúið einhvern tíma seinna. 2 eitthvað? 2 einhver. Vá. Ok.
bara áhugavert. Viltu eitthvað meira svolítið það? Nei. Viltu bara minna svolítið og meira eitthvað? Já, ég sko nefnilega, mér langaði nefnilega að segja þér, mér langaði að vekja athygli á einu okay. sem að þú hefur ekki haft orð á. Já, aldrei þessu vant. Og það hvað ég komið mikið hár. Já, ok. Hvernig finnst þér? Ég er búin að segja hvað mér fannst, sko. Já, þegar vorum að tala við Gísla við okkar dagsins. Já. Að því að hann var að pæla að krúnuraka sig. Alveg rétt. Og þú varst bara, já, gerðu það maður. Og ég var svona, gerðu það þú vilt, en myndu bara að þú mynd líta eins og Bánsi, sem er líka Róni í nokkra mánuði, þangað til að þú ert búin að ná að koma þessu aftur, sko. Já. Finnst þér ég vera þú ert svona að komast út úr því tímabili. Já, ég er náttúrulega líka með mikið skegg, sko, þannig að það er ekki að vinna með mér útlitslega. Nú? Nei, maður er svolítið úvinn, sko, en mér langaði bara svona svolítið að segja þér, sko, hárið. Veistu af hverju ég byrjaði að safna þessu hári? Það eru 2 ástæður. Held að nú sér þú reyndar kannski búin að gleyma að þú sagði mér það eitthvað mann daginn. En já, ég veit ekki þú segði mér það. Veistu það í alvöru? Já, varstu að segja mér það með sonuðinn. Já, og það er önnur ástæðan. Já, og hinn ástæðan. Hinn ástæðan? Já, það eru 2. Já, veistu það ekki? Nei, það var ekki búin að segja það. Er það svo fólk haldi ekki á að setja sköllað? Nei, ég held hins vegar að ég var að vera sköllóttur, sko. Já. Ég held það. Já. En þau sem hafa séð mig, þau sjá að ég er svo sannlega ekki sköllóttur. Þetta var orðin rétt úr fósbræðarsketsinum. Nei. Ég er blessunarlega rauðharður. Sko. Með mikið hár. Nei, á að segja þess. Ok, ég hafði ekki tíma, ég rakaði mig hausinn, bara skafaði mig, svona einu sinni í viku. Já. Helst ég að byrja 2 til þess að þetta væri auðveldara. Svo bara komst ég í það. Og það voru liðnir ykkur, 10-14 dagar. Já. Og þá hefði þurft að fara með, sko, rafmagnsrakvél og líka sköfuna. Ain't nobody got time for that. Og, ég var ekki nennaði, þannig ég spurði son minn, bara, herru, hvort finnst þér að, ég ætti að safna hári, segir hann bara strax, hann vil semst hafa með mig hár. Og ég hugsaði, já, ég er alveg til í það. En það sem að fekk mig til þess að fara í þessa tilraun, var ég held að vera Ísland í dag þáttur. Og þá var semst verið að taka viðtal við 2 menn sem höfðu farið til Tyrklands eða eitthvað í hárgreiðslu og hárið á þeim var svo ógeðslega gisið og skrítið og fyndið að ég hugsaði, ég vel aldrei verri en þetta þó í samni hár. Ég sést ég komið með svona smá kollvik en ef ég kemst yfir þennan hjalla hérna þá eru þau ekkert sýnileg. Nei. Þannig að þetta var svona reyndar á hárið á þeim eftir að vaksa en þetta var þannig að í rauninni er það rétt hjá mér að þú ert bara að sína fólki að þú sért ekki sköllóttur. Já, kannski sjálfu mér. Okay. Ég kannski bara, ég er ekkert búin að missa hárið. Nú erum við að tengja, sko og þú tala daginn, sko að því að þú þurfti glerugu og þú veist líka að tala daginn að þú verður svolítið feitur að þínum mati og svo líka þú er farin að tengja þetta saman, sko. Ok, nú er ég orðin hálf blindur, feitur og sköllóttur. Þannig að ég verð að útrýma einhver af þessu þrennu. Það var auðveldast að útrýma þessu. Já, ég er náttúrulega byrjaður í ræktinni, sko. Já. Þannig að þú ætlar bara að vera hálf blindur. Nei, ég kom í gleraugu, sko, þannig að ég sé mjög vel. Ég er búin að laga þetta allt. Já, ok. Nú er ég ekki jaðarsettur kallmaður lengur. Nú er ég bara og svo ætlar að vera típan sem segir að þú sért rúmlega 40 þá sertu ekki á 50-saldri heldur á 40-saldri. Þetta er bara vittlaust. Nei, ég er stoltur. Þú er stoltur af 50-saldri? Já, mér er gaman að vera gammal. Ég átti ammæli í seinustu viku. Það eru Já, ég ætlaði að gera ammæli, ég glemdi því. Það eru Ég ætlaði alvöru að gera, ég glemdi því samt í alvöru. Tekur á næsta ári? Nei, ég er að pæli að redda þessu samt bara eftir á. Bara kjör svo vel hérna. Í hvaða mánuð áttu ammæli? Apríl. Ok, það er nógan tíma. En sko Já, gott að hugsa. Allt í hennu fór ég að hugsa. Nú myndi, ef þetta verið 2 konur, ekki 2 kallar, þá hefði ég farið að tala í hvað stjörnumerkið vært. Svo ég alhæfi konur. Herri, ég heiti nú fólk daginn sem voru ekki kona. Ha? Og þau voru Hittirðu eitt fólk sem var ekki kona?
allavega ég hitti fólk daginn og það var sannlega kona þarna líka en ekki bara það var semst kallmaður líka ég skil og þau voru rosa upptekinn á stjörnumerkinu mínu og eitthvað, já mér finnst það mjög áhugavert, ég hugsa alltaf þig þegar fólk er að tala stjörnumerki ég bara, þú veist, bara ef fólk tala stjörnumerki þá langar mér bara að fara heima og öskri kotta Akkur ertu svona reiður? Ég veit það ekki, ég þólið ekki þetta svo mikið en hvað hvað ef það væri eitthvað til í þessu hvað ef? Nei sko, málið ég veit að það er ekki til í þessu hvernig veistu það samt? Hvernig getur þú verið fullviss? Það bara segir sér sjálft Nei, það segir sér ekkert allt sjálft Heldur að það skipti einhverju máli hvenær á árinu úr fæddur upp á hvernig bara persónuleiki og lífið þetta er Gæti verið Af hverju eru þó ekki þeir sem er tveir sem eru fæddir á sama degi á sömu mínútu Af hverju eru ekki nákvæmlega sama karakter Já, það fyrir eftir rísandi sólu Ég var í bekk með manni sem fæddist á sama degi á sama stað á sama klukkutíma og ég Við erum svart og hvítt Hætti þessu kjafta Já, þú afsar þetta með svona þetta kallast eitthvað í fræðunum Confirmation bias Já, eitthvað þannig Ég eiginlega bara það sem að sko stjörnuspeki gengur út á confirmation bias Já, reyndar, ok Það getur vel verið En erum við að fara í trúlóða eitthvað? Ég man ekki Brendur ég verð börnaður í DMs núna Ég man ekki, hvort er eitthvað að trúna á undan? Og þú grínast? Nei, ég er búin að gleyma því Herru, í 22 skipti höfum við haft eitthvað á undan Í 1 skipti höfum við haft trúna á undan Það er eitthvað Eitthvað dagsins fjallar það þegar að karlar sogast inn í manásfýrið Já Við erum búin að tala manásfýrið sorry, ég hefði að tekka þessu en mér minnir að það verið þáttur 8 og það er örugglega ekki rétt en það var einhvers staðar þar í kring Þátturinn heitir manásfýr hann er auðvelt að finna Velkomin aftur, nú eru þið búin að hlusta á þáttinn manásfýr og eitthvað dagsins fjallar það þegar að kalla sogast inn í þennan heim Já, ok Ég byggi þessu umfjöllum mína á greininni There were no warning signs What happens when your partner falls into the manosphere Já og hún er frá því apríl á þessu ári eftir Mæju Oppenheim og hún samanstendur af reynslusögum og viðtölum við sérfræðinga ég byggi þetta á tengt því sem sagt viðtalagrein í The Observer og fréttum af einstökum málum undanfari ár til að mynda grein The Guardian af sænska innflytjendaráðherranum Johan Forssell og syni hans frá því í júli. Sem sagt, þetta er ekkert rosalega fræðilegt. Þetta er byggt á viðtölum við annars vegar fólk sem að hefur upplifað og hins vegar fólk sem að er sérfræðingar á þessu sviði. Ok. Og við förum í smá ferðalag. Sænska kona Ég held að þú ætlar að spila hljóðbút, ég var mjög spenntur Já, það kemur að ég kem reddi eitthvað hérna Ok kem okkur í copyright vandamál Sænska kona segir frá kærasta sem tók virkan þátt í heimilistörum hafði verið hjá sálfræðingi gat auðveldlega að tala tilfinningar sínar og svo framvegis en fjall ofan í manásfýrið eftir að þau hættu saman fór að tala konur og kynlíf á þann hátt sem við vorum búin að lýsa í þessum þætti sem við talaðum og svona ákveðna svona í stíl við það og svona ákveðna undirhópa manásfýrisins og svona hvernig þeim hætti til að líta á konur og hvernig þær nota kynlíf samkvæmt þeirra hvað við segja heims sín og sá maður sagði að hann hefði kynst hópi karlmanna sem var að vinna með andlega heilsu karla og þar var hann undir þar var hópurinn undir miklum áhrifum frá kanadískum professor sem heitir Jordan Peterson kollegi okkar og sænskum svona öfgahægri áhrifavaldi svona influencer á samfélagsmiðlum og þetta var sér að sá hluti
kvelsins sem að íslensk þýðing á mannasfér en hefur lítið verið notuð en ég kannski grípa hana öðru hvoru sem að var sérlega umhugað um sjálfshjálp og andlega viðleitni eða spirituality já, kannski erum ekki með frábært orðið við svona þetta spirituality en já, svona andlega viðleitni og þegar þau voru saman þá, þetta sænska par þá voru engin merki neitt svona, samkvæmt henni bara engin rauð flögg þannig að þarna erum við með dæmi auðvitað þetta bara eitt dæmi það að það getur sko hvað segja, ólíklegasta fólk sogast inn í hennan heim svo erum við annað dæmi frá Breitlandi bresk kona hún byrjaði að svona deyta mann og hún heillaði svolítið af því sko hvað hann var svona gjafmildur og hérna alltaf svona koma með eitthvað svona næs handinni og svona og hérna það sem sett setna í sambandinu þegar þau hefja samband þá fór það að ágerast og varð svona að pínu flaggi sko og svona hún fór að renna á hana 2 grímur og svo gerist það þegar hún hérna var einhvern tímann að ræða bara hinsegin samfélagið að þá kom í ljós að hann var mjög homofóbiskur sem að hann grunaði bara engan veginn og nokkrum dögum eftir það, eða eftir að það kom upp þá vildi hann sýna henni myndband með manni, kollega sem heitir Andrew Tate já og hérna, en hún segir reynda sko, hún telur ekki að Andrew Tate, þó hann litið mjög upp til hans að hann hafi mótað hugmyndir hans heldur að hann hafi þarna fundið mann með þú veist hvað að segja, rosa flottan lífstíl og hérna allt þetta sem að svona staðfesti svolítið hans hatusfullu skoðanir sem hann var búin að mynda sér fyrir þann tíma og hann hérna fór að sýna meiri stjórnsemi í sambandinu eftir því sem að áleið og það kom að því hann fór að rauninni að setja út á eða kvarta undan því að hún ætti vini sem voru kallar og að hún ætti hérna starfsframa og það var svona karrierkona og svo ágerist þetta og hann fyrir að tala um að hún eigi rauninni ekkert að vera að hugsa starfsframa af því að það sé hans hlutverk að sjá fyrir henni hún geti kannski bara stofnað kaffihús eða eitthvað svona krútlegt skilur og þessu sambandi lauk eftir hálft ár og því lauk nú ekki sko, það er óhætt að segja því hefur nú ekki lokið vel, heldur betur ekki því að hann nauðgaði henni já. og beitt hana ýmsu öðru ofbeldi og var í kjölfarið dæmdur fyrir hvort tveggja þannig að þarna erum við með í rauninni allt öðruvísi dæmi úr með stutt samband þar sem að þetta kemur gradually, hvað heitir það hérna, bara smátt kemur smátt í ljós og svo bara heyrðu út í hvað ég komin og svo kemur hérna sprengja sko þannig að mjög ólíkt hinundæminu myndi ég segja þetta voru svona konur í yngri kantinum og svo segir frá konu sem er á 60-aldri og hún segir að sko að gríman hafi svona byrjað að renna af fyrirverandi eiginmanni sínum stuttu eftir að þau fluttu inn saman og búin að vera í sérst sambandi áður og svona þegar hún var komin í svona vel launaða vinnu og hún var búin að taka bílpróf þannig að hann þurfti ekki að vera keyrinu út allt og svo veist, hún var ekki svona þurfti ekki að reiða sig á hann til þess að komast á milli staða og þegar að hún hérna var bara svona orðin svolítið sjálfstæðari að þá fór hann að byrja svona þessa vegferð þá fór hann að horfa á sko svona mjög
mjög hægri sinnað, bara öfga hægri sinnað og svona kvenn hatursfullt efni á netinu og hann hafi farið að sko líta mikið upp til þekktra áhrifavalda sem að fyrirlíta konur og fyrirlíta múslima og svo var hann komin út í að horfa á mikið á efni frá svona kristnum vopnuðum hópum ég veit ekki hvernig ég ætti að þýða þetta en þú veist, já, það var talað sko svona Christian militia groups og hann fór að setja eitthvað svona merki, eitthvað limmið eða eitthvað á bílinn sinn með einhverjum krossum og eitthvað svona og og hann skammaði sín aldrei fyrir að tala um þetta hann talaði um þetta fyrir framann bara þú veist, þeirra fólk og bara fyrir framann börnin þeirra, þetta var langt hjónaband og þau áttu börn saman og bara, já, bara talaði um þetta bara stoltur og svo hafa hann sagt henni að hann hataði feminista og kvenfrelsis hreyfinguna bara eins og hún leggur sig og varði kjölfarið ofbeldisfullur í hennargarð Veistu hvað þetta er gaman þessar senur sem átt að lýsa þessi sena tegir sig áratugi aftur já af því að þau voru saman mjög lengi ok, þannig að ég bara spá hvort þetta sé að gerast þú veist á síðustu árum fattar þú? Já sko þetta er ekki tímasett Nei. og þetta er allar þessar konur koma hann fram undir dulnefni og svo leist þannig að það kannski er auðvitað að finna eitthvað út úr því en sko greinin eða greinarnar eru frá því að þess ári Mér nefnilega grunar að það sé verið að lýsa einhver sem að hafi hratt hvað maður sé að gerjast eða þróast á síðustu árum bara, þannig að þessi maður sem að þróast út í eitthvað þessi á 60 aldri ég myndi skjóta á að þetta hefði verið að breytast svona bara upp úr 2020 Já, sko, þú veist, það er auðvitað að lesa kannski í umhverfi, sko, þú veist, það er verið að tala um Jordan Peterson, það er verið að tala um Andrew Tate það er verið að tala um þessar kristnu svona vopnvæddu hreyfingar og þetta efni á netinu og þarna er ekki verið að tala um þú veist, það er ekki verið að tala um eitthvað dark web eða eða svona, hvað var að segja, svona afkima internetsins, þar sem að mannspyrið í rauninni verður til gerjast og þróast heldur eftir að það í rauninni og við nú er kannski pínu að endurtaka okkur frá fyrir þætti en semst eftir að þetta í rauninni fer frá þeim stað og út í samfélagsmiðlana með mönnum eins og þessum tveimur sem er búin að nafna hinga til og miklu fleiri þetta eru náttúrulega bara stórnöfnin að og þetta gerist samkvæmt samkvæmt einu sem að ég er að fara að tala um seinna því að það tengist í rauninni hinni hliðinni sem áttu að vera partur en verður ekki að þar er þetta rosa mikið tengt við 2014 þar er bara upphafið af því þegar þetta hvað við segja svona legur út og svona kallar fara að fjarlægast konur í pólitískum skoðunum á bara mjög auðmælanlegan og drastískan hátt þetta er ferlið sem er búið að gangi yfir í cirka 10 ár ég má ég svona reflekta eins og þetta sko af því að ég er náttúrulega líka verið að velta þessu fyrir mig bara hvers vegna gerist þetta þú veist og eina svona sem að ég get látið make a sense fyrir mér er hvers vegna skynsamir, gagnrýnir venjulegir menn dragast inn í svona öfgafulla hugmyndafræði sem að litar síðan líf þeirra á hegðun og viðhorf ég náttúrulega við búum í samfélagi þar sem að við höfum alist upp við ákveðnar hugmyndir kalla og konur og bara fólk yfir höfuð og það er ekkert langt síðan að samkynhneigð og hinseginleiki þú veist, var bara einhvern veginn ekki ræddur, þetta var
ég meina bara það var ráðist á íslenskt hins segir fólk bara alveg upp undir 90 skiluru þannig að við erum í sögunni þá erum við komin svo stutt hér ég sannlega að ávarpa karlmennsku kvenleika og þetta kynjaðavalda kerfi sem að bara litar líf okkar og samfélagsgerð og hérna og einmitt hugmyndir okkar störf ég menna við þurfum ekki að vera einhverju sérfræðing til þess að sjá það að störf eru kynbundin þar að segja ákveðin kyn veljast í ákveðin störf þannig að vinnumarkaðurinn í sjálfu sér kynbundin eða kynjaður og þetta leiðir þú veist þetta við heldur því sem að við erum að reyna einhvern veginn að losa þessa svo óbáslega rótgrónu hugmyndir hæfni fólks eftir kyni og í rauninni kynfærum yfirleitt en allavega, hvers vegna gerist þetta? Ég held sko að bara auðvitað gerist þetta vegna þess að jarðvegurinn hefur alltaf verið þarna fyrir þetta fyrir kalla að hengja sig á fyrir okkur að teika í rauninni þetta valdakerfi vegna þess að við græðum á því við högnumst á því að í rauninni breyta ekki og það kannski eina ástæðan fyrir því hvers vegna við erum svona óbáslega eftir á í að fikta eitthvað í kallmennsku hugmyndum það bara texti sem frá 2000, hann bara róttökur en þá í dag þannig að við höfum dálítið svona setið eftir þessi hvað var það kallmennskuna á sama tíma og hinsegin fólk, konur og alls konar í rauninni hópar sem hafa verið jaðarsettir hafa verið að sækja fram gera tilkall til eðlilega til áheyrnar og bara að vera hluti af samfélaginu okkar ýmislegt hefur áunnist og margir kallar sérstaklega eftir MeToo og eitthvað svona hafa upplifað að býtu, hvað í gangi hérna? Nú ég bara að missa allt ég á ekki að eitthvað, verið í þessari stöðu og þegar að frá 2014 þegar þessi orðra incel ofbeldisfull orðra þegar hún lekur síðan svona út þá auðvita ertu tilbúin að kaupa þessa hugmyndafræði, auðvita ertu til í að hlusta á Andrew Tate og Jordan Peterson sem að hljóma fyrir mörgum skynsamir sem eru markvist og meðvitað að tappa inn í jarðveginn sem hefur alltaf verið þarna þannig að þetta, mér finnst þetta ekkert skrítið og þess vegna svo ógeðslega hættulegt ef að segja hlustendur okkar sem að ekkert endilega feministar eða eitthvað róttaklingar eða neitt, bara venjulegt fólk að það átti sig á því að það verið að ýta mörkunum þú veist, það verið meðvitað að ýta mörkum ég ætla að segja almennar skynsemi að við þurfum einhvern veginn að sjá þetta og svona, nei, býtu þetta nú eitthvað, Bogi, við þurfum eitthvað aðeins að staldra við hér. Já, það virðist hafa verið frekar auðvelt fyrir þessa hreyfingu að rekrúta og að radikalæsa nú er ég bara ekki að tala tungumáli sem við ætlum að tala en já, að sérst safna fólki í hópinn og að svona ég fann orðið radicalize, hvað var það? Það var að róttækni hæna að róttækni hæna fólk skrítið orð já, en ég veit ekki hvort að fólk heyri ég sko ekki fara að tala mikrofónstandiðin nei, bara garnagöli mitt já, ok, ertu svona songur? Já, ég songur Sjá Nei, það kemur ekki þetta eins og með svona fjörkipp það segir þetta stundum í hug hann kemur ekki þegar maður veitur um athygli það ógeðslega skrítið róttækni hæna talandi það, kona í Belfast hún segir að var hún svöng? Hún var einu sinni rosa svöng hún segir að í kjölfar þess að hún og hennar fyrirverandi fóru sitt í hvora áttina að þá hafi hann farið að horfa á svona einhver mannásfýr myndbönd og hafi sífellt orðið öfgafyllri þetta ég þekki bara nokkra svona úti í bæ sem bara eftir að lendi ykkur ljótum skilnaði þá eru allar konur bara orðnar alveg ætlar þetta engan enda taka
Já, og þessi menn sem eru svo óhefnir þeir eru svo óhefnir að sko 10 fyrirverandi kærustur þeirra það eru allar eitthvað klikkaðar já, það er ógeðslega ótrúlega óhefni en sko en ég ætla samt að gefa þeim sem að hafa gífurlega miklar áhyggjur af íslenskri þjóðmenningu og og hafa gífurlega miklar áhyggjur af innflytjendum og flóttafólki og því hvernig konur eru að taka allt yfir sko, ég ætla að gefa þessum hópum það er sannarlega sandkotana sem að má ræða ég meina þú veist, þau sem hafa gífurlegar áhyggjur af transfólki, auðvitað er einhver sandkott sem hafa ræða þarna bara auðvitað varandi innflytjendur og flóttafólk auðvitað er eitthvað sem þarf að ræða og skoða og allt svoleiðis en við erum að byggja sko, og þess vegna næri þetta náttúrulega haldi af því að það er eitthvað þarna það er eitthvað pínulítið sem er ef að segja, sem að má ræða sem er satt, sem að byggir á staðreyndum en hvert við förum með sannleikan, það er hins vegar það sem að skapar vandamál og það er kannski þess vegna sem að og hvernig við höfum umræðina eða öllu heldur orðræða þessara tilteknu hópa gagnvart til dæmis kvenréttindum, konum, innflytjendum og flóttafólki og málflutningurinn oft á tíðum hann er svo ofboðslega afbakaður og ofboðslega fjarri í rauninni þeirri samfélagsgerð bara hreinlega sem að við viljum búa við svo fjarri þessari svona ef að segja mennsku gildum kærleika og samkennd sem að við þykjumst einhvern veginn öll vilja en sínum ekkert endilega í þessu sko við komum svolítið inn á þetta sko eða ég er rosa efins umræðu síðustu ára sko svona gagnið sem að hefur verið af henni. Hvað áttu við þá? Það sem ég á við er að sko ef við einföldum þetta og leifum þessari umræðu sem er óþolandi sko að það sé að verða svo mikil polarisering og skautun og allt þetta sko ef við leifum því aðeins að slæta og segjum það eru 2 lið hérna það er góða liðið og það er vondaliðið vondaliðið talar rosalega illa konur, transfólk múslima, you name it og góða liðið talar rosalega illa vondaliðið það er búið að afmennska í báðar áttir ég held að það sé og ég er ekkert að spila með saklausan sko en ég held að þetta sé ekki vænlegt til árangurs ég held að þurfi meira samtali, ég held að þurfi að anda svolítið með nefinu og ræða svolítið hlutina og reyna að gera það út frá einhverju skynsemi, út frá einhverjum svona eitthvað sem er konkrétt bara þú veist, tölur, rannsóknir skoðanir upplifanir fólks ætlaði að segja reynslu fólks og til þess þarf maður að trúa konum trúa transfólki og muna að sko einhver sem er trans er líka manneskja og mér finnst þetta stundum gleymast í umræðinni sko en þetta er kannski efni í tölvert stærra batteri sko einmitt þetta með þú veist, einmitt þessi myndlíking eða lýsing vonda og góða liðið og góða liðið sé sko gagnrýna vonda fólki en vonda fólki er að gagnrýna eitthvað, þú veist það er eitthvað sem truflar mig í þessu en ég er náttúrulega bullandi ómarktækur að fara þarna þannig að ég er að pæla að sleppa þið tökum við þetta senda viltu ekki bara fá smá trún á það? Nei, ég er ekki nærrið búið með þetta eitthvað sko nú þarf þú bara að halda þér saman sko meira eitthvað? Miklu meira, þú ert bara búin að tala inn í korter hvað ætlað þú að vera lengi með þetta eitthvað? Kona Norður Írlandi
Ég var búin að segja þér að ég var í svongur. Hún segir, hættu þessu, hættu bara að tala. Það er að segja mér frá fleiri konum sem að ok, segir að sko dóttir þeirra hafi fengið þær upplýsingar frá föður sínum að hún mætti ekki fara út úr húsi í ákveðnum klæðnaði. Hún mætti hafa svona verið að stýra hennar lífi. Hann talaði niðrandi aðra kynþætti og menningu fyrir framan hana og sagði henni að ef hún yrði einhvern tímann ólétt þá myndi hann banna henni að fara í þungunarrof. Svo erum við hann Jóhann Forsell sem er ráðherra innflytjendamála í Svíþjóð. Hann kom í fréttir í sumar eins og hann gerir þetta reglulega þegar það komst upp að sko sonur hans sem er nýorðinn 16 ára að hann væri í slagtogi við öfgahópa sem væru svona nokkurn veginn eins langt til hægri og þú kemst og ofbeldisfullir og þótt að hann sjálfur ráðherrann sé að setjast að verkefni þar sem að innflytjendum eru borgaðar háar fjárhæðir fyrir að yfirgefa Svíþjóð og koma ekki aftur þá var hann verulega brugðið þegar að hann fekk fréttinar af syni sínum frá sænsku frá SAPA sænsku leyniþjónustunni og fekk svona upplýsingar hvað sonur hans hefði verið að aðhafast sem hefur aldrei verið algjörlega á hreinu hvað en látum að liggja milli hluta og hann ákvaða að tala opinberlega málið í rauninni kjölfar þess að tímariti Expo sem að er svona best gegn rasisma getum við sagt talaði að það væri náinn ættingi sænsks ráðherra sem að væri aktífur í þessu ofbeldisfulla öfgahægri og hann sagðist þegar hann talaði ofbeldislega sagðist vona að þetta opnaði svolítið augu foreldra fyrir því hvað börnin þeirra getur verið að gera í símanum og í tölvunni og bara á netinu og hvernig kannski hægt verið að verja þau gegn því að sogast inn í eitthvað sem að foreldrar vildu náttúrulega alls ekki að þeir gerðu og hefðu ekki hugmyndum að væri í gangi veit ekki hvort hann hafi reynt að vinna eitthvað að lausnum af þessu en hann svona allavega gaf þessu svona þess undir fótinn í Svíþjóð þá eru að poppa upp margir svona litlir öfgahægri hópar og þeir byggjast sem eru ofbeldisfullir og þeir snúast mjög oft eitthvað svona eins og í fyrsta dæminu eitthvað svona þetta er eitthvað svona andlegt svona sjálfsjálf svona kallar svona að vinna í sjálfu sér og það sem er algengt líka þetta er svona eitthvað svona líkamsræktar svona hópar og þeir pikka upp unga stráka og menn á samfélagsmiðlum og þetta er svona bara dæmi það sem ég var að tala áðan sko að hvernig manusfyrir er búið að svona leka úr myrkustu afkvæmum internetsins yfir í svona í gegnum vinsalar samfélagsmiðla stjörnur til dæmis. Ok, bara þetta orð sko pick up. Ég reikna með að þetta sé frekar að því að ég hugsa alltaf pick up þá er einhver svona að sækja svona þeir sem kom í heimsókn hefur þú heyrt Jesú eitthvað að þetta er klálega frekar örglega og það reikna með þessum og átt við að það er eitthvað sem nær til þessa hóps og þeir svona vilja koma þeir svona sjá þetta á samfélagsmiðlum þetta er heillandi, þetta er aðlaðandi og þannig verður þetta rekrút, eða ekki? Jú, það er algengamistrið en hitt er klálega til sko. Hefurðu heyrt Jesú dæmið? Nei, í rauninni ok. Hefurðu heyrt að konur séu allar druslur? Ég var að tala eins þetta hérna í hópnum okkar en sko mælingar sína sko gífulega fjölgun í hópi þeirra sem að falla fyrir þessari hugmyndafræði og mælingar sína, jafnframt að kvenkyns mögum þeirra lítist illa á blikuna sko andfasisma hreyfingin Hope Not Hate gerði könnun sem sýndi að yfir 40% breskra kalla á aldrinum 16-24 ára voru stuðningsmenn Andrew Tate en 12% kvenna á sama aldri þetta reikna ég fastlega með að sé gert áður en að hann kemst upp hans mannsals og ofbeldismál og hann fyrir í fangilsi Nigel Bromwich sem er fyrrverandi nínasisti var yfir 20 ár í svona ofbeldisfullum bara nínasista samtökum og hann fer núna fyrir Exit Hate Trust sem eru samtök sem að aðstofa fólk við að sleppa
svona komast undan öfgahægri hópunum sem eru búin að vera í að hann segir að þessar tölur séu miklu íktari núna þó svo hann get ekki sýnt fram á það með tölum en vantilega kemur það bara fljótlega að vera inn í ykkur rannsóknum veit ég og að konur hafi almennt miklar áhyggjur af áhrifum á sig, á fjölskyldu sínar á sérstaklega á ung börn og hann segir líka augljóst og varar við tengingunni sem að er á milli manaspýrsins og öfgahægrisins þetta helst í hendur Lisa Suguria sem dósent í kynjafræði og svona afbótafræði á netinu, svona netafbótafræði við Portsmouth háskóla hún hefur fyrst og fremst rannsakað kvenhatur á netinu það er svona hennar subject og hún veikur athygli á því að sko þótt að sé vaxandi áhugi og áhyggjur af róttæknihæningunni, það er að segja radicalization róttæknihæningu manna sem eru hlutið af mannspyrinu, þá hafi Kastljósi ekki verið nægilega beint að hættunni sem að stæðja að kvenkins mögum þeirra hættunni sem stafar af sem stæðjar að þeim já. Að þær eru í hættu af því að mennir eru að vera ofbeldisfullir í garð kvenna kannski segir sjálft en hefur ekki mikið verið fókusað á og sko algeng hugmyndafræði þessara manna segir hún, er svona eitthvað á borð við andfeminisma að karlhattur og kvenhattur sé bara tvær hliðar á saman peningnum að það sé innbyggt í samfélagið að karla séu kúaðir og mæti sko sífellt erfileikum sökum kynsins og svo náttúrulega þetta sem við talaðum áður að þú veist, konur stjórna í rauninu öllu með kynlífi og svo framvegis og svo að þeir vilji snúa aftur til þess tíma sem að konur höfðu engi réttindi voru eign feðra sinna og síðar eiginmanna sinna og hún segir að eiginkonur manna sem hafa sogast inn í mannkvelið séu vanræktar af samfélaginu það sé ekki verið að huga að áhrifum þess sem að þetta andlega ferðalag eiginmanna þeirra hefur á þær innrætingin og róttæknihæningin sem að menninni verða fyrir sé eitt en áhætta á upplifun kvennana sé annað það megi ekki gleymast að þær hafi rödd og reynslu og verði á einn eða annan hátt þátttakendur í breytingunni sem að hefur orðið á mönnum þeirra og þetta voru lokaorðin hjá mér já, þetta er góð fókus já, mér fannst þetta svolítið hressandi að hugsa þess þetta frá þessari hlið sko. Já, en nú ætla ég aftur aðeins að ríflekta sko að því við tölum áhrif orðræðinar og ég er eitthvað svona að segja við hefum að gera þessu og þetta er ekki gott og ég ætla bara að lýsa, ég meina fyrir mörgum þykir ég vera allt og feminískur og allt og róttækur og alltaf að setja mig á háan hest og eitthvað svona fleð sko ég stend mig að því að verða líka fyrir áhrifum af orðræðinni þar að segja orðræðinu sem að segja að kynjafræði sé ekki alvöru fræðigrein til dæmis orðræðinu að tilteknir feminískir eða svona baráttu fólk sé ómarktækt af því að það er svo róttækt skilurðu þannig að ég er alltaf bara svona já, við getum nú ekki alveg verið að vísa í við getum nú ekki verið að vísa í rannsókn kynjafræðings við getum nú ekki verið að vísa í þessa mannesku við getum ekki alveg, fattarðu? Ég stend mig að því í raunin að gera sjálfan mig ómarktækan og svona, já, nei, ég hversu auðvelt er það þá fyrir fólk sem er öðruvísi vírað, sko? Já, ég er að segja það þannig að ég sjálfur hugsa þetta er ekki góðar upplýsingar, þetta er ekki góð fræði þetta er, þú veist frá minni eigin í rauninni búblu þá er ég orðin litaðar af svona efasemdum hversu bila er það? Það er bila og þetta, þessi þú veist, ég vona að sé verið að gera virkilega góðar rannsóknir á það sem er í gangi núna með það sko bara, já hvað segja þegar þessi þáttur er tekinu upp, þá er liðin minna en sólarringur frá því að Maggastína er tekin, ég ætla ekki að segja handtekin, af því að það er mjög vafasamt tekin af Ísraelsher rænt bara? Já, það er bara, mannrán og að mínum mati, en það er ekki aðalatið það sem ég ætla að segja sko er þú veist að bara hvernig umræðan er í kjölfara af þessu bara það sem að fólk leyfi sér að skrifa á internetið einhverja
fucking ömmu í Vesturbænum, skilurðu, sem að bara í ég þekki þess að konu ekki neitt, ég hef aldrei talað með hana. Meni. En sko, bara að bara sjá hvað fólk leyfi sér og þetta er aðriðið hjá mér, sko, ég sem ætla að segja hlutfallið á fólki sem skrifar svona versus fólki sem er kannski að segja heyrðu, ég bara vona að sé í lagi með hana og bara ég vona að við fáum bara að heyra eitthvað frá henni sem fyrst bara þú veist, það er bara einhver svona pínulítill minnihluti sem er að skrifa eitthvað svona er að reyna svona aðeins eitthvað, bara hei, ef ekki aðeins en að anda með nefn, andan í maga, skilur það er allir bara brjálaðir yfir það er bara, hún vissi alltaf þetta að fara að gerast og hún átti þetta bara skilið og bara, þú veist, hvað held hún að myndi gerast og bara, come on, þetta er bara fólk sem að vinnur í banka og mæti með barnið sitt og fótboltaæfingu og er bara labbandi að út í samfélaginu með okkur hvernig þú veist hvernig verður þetta svona, hvernig komist þú á annar stað og hvað var til þess og hversu mikið, og það er alltaf það sem er hugsum, hversu mikið endurspeglar þessi umræða kommentakerfis Facebook umræðan hversu réttan hátt endurspeglar hún og þessi hlutföll sem er að tala raunverulega skoðanir fólks í samfélaginu og raunverulegu hlutföllin á því hvernig fólk er í hérna kringum okkur á þessu landi. Ok, það er tvennt gott í þessu Númer 1 það er alveg klárt mál, þetta er ekki þverskurður af þjóðfélaginu okkar ég segi það, ég ætla að leyfa mér að segja það hins vegar segir þetta okkur hvernig viðrar í samfélaginu það er mitt take á þetta það viðrar illa það er norðanátt já, það er einhver heldskuldi sko og það viðrar illa til svona róttækni og aktivisma og standa með einhverju sem að fólk bara nennir ekki að pæla í þessu eða eitthvað, þannig að veðráttan ég held að við getum alveg svona, þetta er veðráttan, þessi stemning í samfélaginu það góða við þetta er að þetta er ekki þverskurður en hins vegar annað gott í þessu tel ég vera vegna áhrifa af, ég ætla að segja bakslæðinu, vegna þess að það er búið það er búið að leyfa einhvers konar hattursfullu orðræðu, það er bara búið að draga tjöldin frá það er að einhverju leyti gott vegna þess að á meðan við sjáum þetta ekki meðan þetta kraumar einhvers staðar í einhverjum bakherbergjum þá getum við ekki díla við þetta, þá getum við ekki tækla við þetta þrátt fyrir áhrifinu þetta, ég segi þetta út frá forréttindastöðunni minni, áhrifinu eru þetta raunveruleg á fólki sem að þetta hattur beinist að heldur betur, þannig að ég er ekki að segja það sé gott, ég er bara að segja það er þó allavega jákvætt í þessu hræðilega sem er að gerast að þetta kemur upp og þá getum við í rauninni tekist á við það þetta er ekki lengur þú veist hvernig þetta er fundurinn eftir fundin þú veist það er gott á vinnustaf að þegar það er ekki fundur eftir fundin það sem hefur verið að tala hvað þessi sagði og svo frammeðis heldur að fundurum geti actually verið tekist á og allt komi upp það er miklu betra en auðvitað er þetta þessi myndlíking gengur ekki alla leið upp af því að það eru raunverulega neikvæð áhrif að eiga þessi stað það er raunverulegur ógn í gangi en annað tengt öðru sem þú varst að segja og öllu veldur sem ég var að segja tengt því sem þú varst að segja með sjálfar mig og hvernig ég verði runni fyrir þessari orðræðu og umræðu og það er til dæmis þegar þú varst að tala fókusinn sem var mjög góður á áhrif í rauninni róttækni hæningar kalla áhrifin sem þetta kann að hafa á makana þeirra, konurna þeirra og þá hugsaði ég strax er þetta fórnarlambsvaða konur fattarðu eins og það sé neikvætt að við ætlum að hugsa, þetta er að hafa kerfisbundi neikvæð áhrif þessi útbreyta kvenfyrirlitning kvenhatur og ofbeldi ekki konum að það sé bara eitthvað svona fórnarlambsvæðing ég verð fyrir þeirri orðræðu hvernig er þá venjulegt fólk sem er ekki svona sturlaðir fáðar eins og ég er sko í feminisma akkurat það er galið ef að enda þetta núna fyrir trúna þetta er búið rosa langt sko langur aðdraganda trúna ok, smá vesen finnur ekki eiturliðin
eða í síma minn, ok glósvöldna minnar. Nú Ég var allt intro að leita honum. hann er Hann var bara í vasanum. Heyrðu, Trúnó dagsins, ég ætla bara að gangast við þig, Haukur, í Trúnó að vera sérvitur maður. Já, með það? Þú ætlar að segja með það? Ég veit að ég kannski get að segja þér mikla fréttir, en ég fattaði, það er kona sem að hlustar á okkur, sem að er nýbyrja að hlusta, og ég þekki hann alveg allt í lagi, þessa konu, og ég fattaði það sem að ég er að gera hér og þú ert að gera hér, Haukur, í þessum þætti okkar, tvekja að kalla við erum náttúrulega að gefa fólki sem að jafnvel þekkir okkur og búið að gera í einhver ár, við erum að veita því alltaf að innsýn í okkur. Já. Af því að við erum ekkert almennt að tala allt þetta sem við erum að tala hér. Nei. Og það er náttúrulega meðvitað hjá okkur. Við erum að reyna að vera einlægir og berskjaldaðir. Að komi ljós daginn sko, í kjölfarið á sögunni hundi minn. Já. Að ég haf aldrei sagt konunum minni frá þessu. Ertu að djóka, Haukur? Nei. Ég held ég hefði gert það. Hlustaði hann bara á þetta í þættinum? Já. Vá, Haukur. Já, sko, réttar að sagt þegar kom heim þá var ég seginu svona hvað við höfum verið að tala um og ég sagði hann söguna af Vargi og þegar ég lit drepa hann. Hún bara, ha? Þetta var meiri þetta gekk það langt að hún hafði aldrei heyrt hennan hund. Konaðin sem út búin að vera með í meira en áratug? Já. Fuck, Haukur. Hvað er þetta orðin? 15 ár. Þetta var svona tuska andlitið á mér. Bara, ha? Og ég bara svona ég sagði þér náttúrulega, þú veist, ég átti mjög erfitt með að segja frá þessu. Já, já. Og þú veist, ég átti greinlega það erfitt með að segja frá þessu. Ég haf aldrei sagt henni frá þessu. Og svo er ég að setja þetta í einhvern fokking hlaðvarpsþátt. Þetta er galið. Sorry, ég tók að þér. Já, en þetta er, nei, ég meina þetta er bara okkar ferðalag hér. Já. Þetta er okkar manusfér. Já. Það sem að við erum með andlu ferðalagi. Herðu, ok, ég já, ég var að tala um þessa konu að hún sem sagt sagði að hún horfir á mig í allt öðru ljósi í dag. Já. Ég vona þessi jákvætt, en já, veist það ekki. Nei, ég er ekki alveg viss, en þú veist, ég held að ég sé, já, hún sagði þú ert mun flóknar og margslungnari einstaklingur en heldur ég hafði átt að mig á. Ok. Og hér kannski held ég áfram að bæta í það ef að fólk hefur ekki séð þetta utan frá mér, utan á mér. Að ég er semst mjög sérvitur. Ég er kassalaga reglumaður og ég er svarthvítur annarkvort eða og ég er í rauninni er ég íhaldsamur, þú veist, vanafastur íhaldsamur maður í rauninni. Ég er íhaldsamur maður. D.V. fyrirsögn. Já. Þorsteinn V. Einarsson er íhaldsinni. Já, akkurat. Sko, já. Það er samt að þú nefnir þetta. Það gleður mig pínulítið hvað D.V. hefur látið okkur í friði undanfarið. Já. Það er smá gott. Skriðum mér þessi eina frétt sem var bara svolítið næs. Jaha. Já, langt síðan. Já, ok. Þú varst eitthvað sem að tala, þú er búin að gleyma því. Já, ok. Herðu, ok, ég ætla bara að taka dæmi. Þú veist hvað ég er að menna, ég er sérvitur. Ég náttúrulega hef oft svona í mínu ferðalagi hjá sálfræðingum og ég og Hulda bara kona minn sem erum að tala saman og það svona hef ég svona áttað mig á því að það er ýmislegt sem að svona hvað er með dæmi? Já, sem að er kannski ekkert endilega ég ætla ekki að segja óeðlilegt eða eitthvað, heldur algengt kannski, algengt. Ok. Sem sagt, já, ég er svona já, ég er með alls konar reglur og reglur heima hjá mig til dæmis sem að er ekkert endilega yrta reglur en það er svona viðmið og ég var að ræða þetta við Huldundaginn, þú veist, og þá er hún bara búin að pikka þetta upp til þess að sko brjóti ekki regluna mínar eins og hún er svona smá meðvirkona en ok nei bara, og þetta er allt saman pínu lítil atriði og ég er ekki með tæmandi lista en ég skal gefa þetta dæmi, ok, uppþvota bustin. Já. Hann á aldrei að liggja í vaskinum. Okay. Það er bara viðbjörn, ég hendi honum ef hann liggur í vaskinum og það er skítut leirtu, þá bara hendi ég uppþvotabustinum að þetta er ógeðslegt skítugir puttar frá krökkunum mínum sem fara hún í snakkpoka þá fæ ég mér ekki snakk
það bara, í alvegni, bara þetta er viðbjöður þú veist, nýkomin heim á leikskólanum með eitthvað, koma heim, fara í snakkpoka sem er á borðinu þetta snakk er ónýtt en ef að þau, þú veist, bara setja skítugu puttanir sinna utanum kinnandar á þér viðbjöður, þau myndi ekkert gera það ha? Nei, ég myndi ekki eins og láta það gerast ég er alveg til að knúsa þau með að snerta fötin mín 2 metra regla heima hér bara Nei, bara, þú einhverjum hendurnar eftir leikskóla ég vil ekki að fá njálg í raskætti á mér Já, þú veist að meina að þú komur hlaupandi bara inn að utan með njálgin og beint hún í snakkbókan Já, bara þú er hendurnar skilur eftir leikskóla og eftir útbúinur úti og ég meina að þú veist, og hérna stundum, sonur minn sko, hann gerir stundum hérna, man ekki, það var eitthvað daginn það sem að, já, það var hérna káli eitthvað svona, var með fajitas eitthvað og hann svona fer onni í kálið með puttana og sko, hann svona þreifar á því ég er ekkert að fara að fá mig kál sko, ég bara sleppi káli Nei Herri, ég ætla að halda áfram ég er með svona kerfi utanum lagerbyrðirnar heima Sér dæmin hinga til snúast sýklafóbíuna þeirna Nei, já, hinga til. Ok, ég er semst með kerfi utanum lagerbyrðirnar sko, ég er svona, ég sé svolítið bara þú veist, að það vantar þetta og ég elda oftast og eitthvað svona og daginn þá, og þannig ég veit hvað er til veist, ég veit að það er ein hérna svona tómatadós eftir og þú veist þegar ég er að hugsa hvað er í matri í kvöld bara ég veit það er til nema daginn þá var ég eitthvað, ég man ekki hvað gerist og Hulda klárar eitthvað og hún setur það ekki inn í kerfi hún setur það ekki á töflun okkar sem að er uppi að þú heldur að segja það til já, ég held að segja það til, svo er ég að fara að elda og bara herðu, það er ekki til, hérna, Hulda akkur er þetta ekki búin að setja reykt paprika það er reyndar ekki hlutaði en, já já, fyrir hlustundur og ringdi Þorsteinn í mig mjög æstur í gærkvöldi spurði hvort ég ætti reykta papriku það var eitthvað að klikka í kerfinu já, þá myndi ég og brjálaður af því átti það ekki Já, ég meina, hver á ekki reykta papriku skilur nema þú hafi verið, það gerir eins og ég hendinni í rusli að því hún var útrunnin ég nota hann alltaf ekki mjög oft, en hún verður að vera til Herðu, allavega, það er kerfi utanum þetta og hérna, og ég er svona með það í hausnum og já, Huld ekkert endalega kannski með þetta það gós sem á að vera til heima það er alltaf til eitthvað gós sigrað eða bara sódavatn eða eitthvað og ég er semst með ískáp niðri í geymslu tvo reyndar Nó til 2 auka ískápa því að, já, það er að segja frá því allavega, annar ískápurinn er stiltur á 1 gráðu Ég veit þetta því ég er búin að halda á þessu helviti strassli öllu saman Já, annar ískápurinn er stiltur á 1 gráðu 1 gráðu? Já, bara ískaldur Ískaldur og hinn er bara venlur 4? Já, hann er 8 reyndar það er ekki venlegt, 4 er venlegt Já, þetta er græmmiti sem að þúlur ekki mikið gulda og eitthvað þannig að hugsa fyrir það og svo erum við ískáp inn í íbúðinni sem að er bara basic ískápur ef að 4 já, ef að gós er tekið úr ískápnum góskælinum farið með það upp og það er sett inn í hinn ískápin þá drekkið ekki að því að það er ekki nóg kalt og það er ekkit smá pirrandi þegar síðasta gósdósin er bara þar og er ekki nóg kalt hvað gerir þá? Þá fæ ég með vatn ískalt vatn það er svolítið sniðið þá að gera þetta þannig Já, þetta er samt óþólandi sko ég tengi reynda við þetta en það er bara því að mér finnst ekkit betra í heiminum en kók sem er 2 gráðu 1 til 2 gráðu kalt sko. það er bara, það er ómótstæðilegt Nei, ég bara, og líka bara hérna, Hulda, já, þetta er ein reglan sko ég drekk ekki hluti sem að eru ekki kaldir og við byggum í Hlíðunum og þar var þetta erfitt að fá kaldavatni sko, til þess að verða mjög kalt þannig ég var svolítið að vinna með klaka og hún var bara búin að pikka þetta upp þannig að ég hef ekki að tala um það eða gert eitthvað þá mögulega hef ég þegar hún hefur gefið mig vatna og ég held í vaskinu og fengið mér aftur og þetta er ekki illa meint, skilur fattur mig? Helvítis 3 gráðu kalda vatni Nei, þetta er ekki eins og þannig að ég verð eitthvað pirraður ef að skilur ég verð ekkert pirraður ef að krakkarnir fara með skítu á puttana, þetta er bara regla fyrir mig mér finnst þetta viðbjóður kúldrar þig eitthvað niður hann út í hotni og já, ég fæ það bara ekkert snakk í kvöld Nei, þetta er ekki eins og þannig þetta er bara, ég er bara með þetta prinsip, þá fæ ég mig bara eitthvað annað snakk eða, þú veist náttúrulega líka við eigum yfirleitt ekki bara 1 snakkbóka, við eigum 3 við eigum snakk yfir höfuð
og ef við eigum pasta þá eigum við 4 poka þannig að það er alltaf nóg til af öllu af því að ég vill ekki enda á því að það sé ekki til fattru sama með bara, já, basically allt þannig að, já og þau eru nokkur líka það svona kerfi á hérna við erum samt svolítið búin að lenda í þessu báða vegu sko bara, ég á ekki snakk já. Þá bara, heyrðu, eigið snakk já. Og þið kannski, þú veist með eitthvað svipa sko upp og við svona, þetta gerist mjög oft svona 11:30 á kvöldin og fólk er kannski komið í náttfötin og eitthvað svona já. Og þá bara, heyrðu, ég seti eitt snakkpoka fyrir utan hér já. Þetta er mjög þægilegt að búa svona í sömu blokkinni það er pínu grunlegt sko já, en daginn þá var ég ekki heima og þú sendir á mig og ég sagði já, við hefum pottet snakk herru, það var að rugglaðast það sem ég heyrt herru, og þú sagði bara nei ertu vissum allir að segja fólki þetta? Nei, kannski ég held ekki sko nei, þetta er bara það vandræðilegt er það? ég veit ekki, þetta er á þín ábyrgð já, nei, ég ætti kannski ekki að segja nei jú, já, hund, þetta er allt í lagi á, reyndar þú ræður þessu sem er sko brjálaður varðendur herðu, ég lendi í honum daginn það? já, það var hérna Hulda sendi já. herðu, eru þið að fara eitthvað út í hérna ruslageimslu já og ég bara eitthvað, nei, ég fóð mér ruslir á þann eða eitthvað já, ég nefnilega hérna ég læsti eða einhver í fjölskyldinni manni hverja læsti hérna ruslaleiklana inn í ruslakompani ok, herru, ég læti hérna stelpunum minn að passa strákin í smástund og ég skýst hana í þetta og ég gerði það og svo kom ég að svaladýrunum allavega bara hérna hendin hérna leiklinum herru, okkar kona ferfætta hún er ekki til í þetta sko nei, hún verður bara skóabjörn já, þetta er sko mest ég hef aldrei séð hana svona hún er alltaf svona eitthvað lúpulega og svona eitthvað þetta er bara besti fjölskylduhundur í heimi hún er ótrúlega ljú og í rauninni, þú veist, frá því að börnum voru lítil þá er hún látið allt yfir sig ganga en ef hún skynjar og heyrir í einhverjum sem hún er ekki þetta var óvænt sko hún umturnaðist já, þá sturlast hún það sem að Haukur er að vara mig fyrst skipt sem ég heyrti henni já, en hérna það sem Haukur er að vara mig við að segja er semst að það er nánast í undantekningarlaust opið heima hjá okkur mér finnst það svo skrítið sko og hérna og við svona erum rólið með það þráttur við búum með jarðhæð vegna þess að við eigum þennan varðhund og hérna já, þannig Haukur sendi á mig, ég var ekstar úti og spyr hvort við eigum snakk og ég segi já, við eigum snakk, það er opið niðri þú mátt fara inn, ég held að Hulda sér sopnum með krökkunum en hérna þú veist, vera að teka upp bara fagnandamótið þér og Haukur sagði bara nei finnst þið það skrítið? Nei, já, mér finnst það mjög skrítið finnst þið það skrítið? Finnst þið ekki skrítið að maður sem býr annar staðar fari inn í íbúðina þína á meðan konaðin og börnin eru sofandi að róti skápunum að leita einhverju finnst þið það ekkert skrítið? Jú, ef það væri bara einhver maður sem ég þekki ekki það væri skrítið Ertu klikkaður Þorsteinn? Það var bara fyrsta sem ég hugsaði það er svona sem að fólk eru stungið í magan já, því að hvað Hulda kemur bara fram vakna bara einhver maður fram í myrkuð eldhúsi róti skápunum já, það er nú yfirleitt allt kveikt en ok já, herðu, en allavega ég ætla að reyna að enda þetta trúnu hérna einhvers staðar þetta er búið að fara hingað og hingað já ég er semst að reyna að segja að ég er svona svolítið svona rigid í hugsun og hérna og einhvern veginn samt ekki og þú veist, þú ert að tala um það þú ert svona í kassa svona, en einhvern veginn samt ekki já, sko, einmitt það er pínur random hvar þú ert þar og hvar ekki já, það er nefnilega það sem er svo skrítið við mig nefnilega og ég átta mig á því ég er sko, ég meina, ég hlýta að vera með athyglisbrest þú veist, ég gleymi öllu og ég er bara ruglunu en ég tíni aldrei hlutum þú veist, ég veit alltaf hvar síminn minn er hann var í vasanum áðan þegar ég var að leita að honum ég veit alltaf um lyklanum mína þú veist, þannig að ég er ekki að tína hlutum en ég er ótrúlega gleymin og ég er þú gleymdir flakkarunum daginn og ég átt að ná í hann þá, hérna, þú veist, það var það atriðið sem þú gleymir en þú varst bara eitthvað, já, hann er þarna og hann er þessari hillu og hann er og snúra og hann er sný svona og bara suðu-vestur 4 allt á hreinu, sko þannig að ég er með einhvern veginn svona æmitt hlutin á hreinu þó ég gleymi mig miklu þannig að ég er flæðandi og ég er í rauninni abstrakt en samt hugsa ég í kössum samt hugsa ég í svona kuppum þannig að já, ég er kannski komin í eitthvað svona
svona 1000 pixla dæmi úr 100 ég er ekki þar ég veit ekki, kannski er þetta þroskinn kannski er þetta eitthvað annað, ég veit ekki kannski er þetta sálfræði afsakið mig, kannski er þetta sálfræði með að búa svona afkrumpa með þess slett úr þér aðeins, ég meina ég held að hljóta að vinna með mér sitja hans betur í mér og svona aðeins frálsari en ég er samt eða með mjög stífa reglur suma hluti og sumt bara sem að mér finnst bara fáralegt að ég einhvern veginn að ég vil segja liðka úr mér ég verð samt að spyrja mitt ef að uppþóttabustin liggur bara svona ón á einhverjum disk í vaskinum og eitthvað svona smá svona eitthvað sósa og eitthvað svona þá hendir honum sko við erum alveg með línu þannig að ef að ég meina uppþóttabustin hann er bara alltaf hreitt skilur en það er hann til þess að gera hluti hreina ef að uppþóttabustin ok, segjum bara við erum með kvöldmat og eða eitthvað og maturinn, þú veist, það er svona skólað það er ekki hægt að setja í velina strax eitthvað og það er svona skólað einhvern veginn í vaskin og uppþóttabustin er þarna neðst í vaskinu þannig að það er svona matarleifar og fita og ógeð sem að uppþóttabustin liggur í þá hendi honum, þá er það viðbjóður þó það keypt hann í ger þú veist, ég náttúrulega tek stöðun á honum skilur, ég tek hann ekki hugsanalaust á höndunum en hérna já, ég bara vill ekki, hann á að vera skólaður og á uppþóttagrindinni eða svona við hliðar við vaskinn eða onni, hana, já, einhverju dóti herru, ég nenni ekki að tala um þetta hvað ert að staldra við þetta? Þetta er mjög áhugavert Ég ætla að hérna enda þetta á að þetta er náttúrulega líka ákveðin kostur með uppþóttabustan með það að vera svona já, að vera svona ofbústlegu reglumaður af því að þá ég held náttúrulega að ég hefði aldrei farið svona alla leið með til dæmis bara kallmennskuna ég hefði aldrei farið svona alla leið með ef að segja sjálfan mig í feminisma nema vegna þess að ég er allt eða ekkert maður Vist, ég fer alla leið þetta hefur alveg komið upp og ég er að fara að enda þetta hefur alveg komið upp hjá sálfræðingnum mínum þar sem að ég leti einu svona fara ógeðsli döðnar á mér hvernig einn vinur minn, hérna ekki þú var sko hinn vinur minn hérna hversu prinsipplaus hann var þú veist, það var bara stundum einhvern veginn og svo bara sagði hann eitt en svo gerði hann kannski eitthvað annað en hélt einhvern veginn sjálfur að hann væri ótrúlega svona prinsipmaður og ég hata þetta bara þó þetta snerti þig ekki alltaf nei, bara svona prinsipleysi og bara ég geti þetta ekki þetta bara í alvörinni verður með eitthvað prinsip í lífinu verður með eitthvað gildi sem að þú bara heldur í skilur þannig að þú lást bara í sófanum heima og varst bara tjúllaður yfir því að hann væri ekki með nógu góð prinsip að þínum að því nei, þú veist ok, ég get ekki farið út í þetta en þetta er bara eitthvað sem að Nei, það sem ég er að spyrja, er þetta af því að þetta hafði áhrif á þig? Er þetta af því að þetta kom illa við þig? Eða er þetta af því að það fór svo mikið í þig að hann væri svona? Já, mögulega, sko, nei, þetta er ekkit eitthvað þetta snertir mig ekkit, þetta er ekkit eitthvað á minn kostnað, nei það er mjög áhugavert Ég bara nenni ekki, ég get ekki haft fólk í kringum mig, svona nálægt mér sem að er svona prinsiplaust og hérna og er svona í rauninni two-faced þú veist, alveg eins og bara það er fátt sem ég fyrirlit meira en fólk sem lýgur sem segir ekki satt ég bara, að urlast eitthvað inn í mér já, hvert var ég að fara með þetta að hérna, já, sálfræðingurinn sagði við mig þú ættir kannski aðeins, það er kannski ekki holdt eða gott fyrir þig og vináttuna að vera svona og ég er svona, já, meinar ég þarf kannski aðeins að eitthvað loosen up hérna varandi þetta sem að ég reynda að gerði aldrei og við erum ekki jafn nánur í dag og við vorum en það er eins og ég geti ekki valið við sko við frekar á ég enga vini heldur hann einhvern veginn að gleypa svona kjaftaði sko ég get ekki svona bull
þú til dæmis mjög þægilegur af því að þú ert prinsipmaður. Já, sennilega mikið sko, samt. Já, þú veist, það má alveg losa aðeins í sumu, en það gerist líka alveg. Og ég meina, þegar við höfum unnið náðið saman, þú veist, ég finn alveg þegar þú ferði í svona, ég kalla það mótróa þrjóskuröskunum með hérna, þá bara svona læti að slæta því að, þú veist, eins og til dæmis bara með nafn og þætti. Þar kemur mótróa þrjóskuröskunni þín algjörlega. En mér er alveg sama, því að þetta er ekkit eitthvað svona, þetta er ekkit two-faced. Þetta er bara alveg straight-faced. Þannig að þá bara kann ég vel við það sko. Og ég sé gegnum það og það er bara, já, bara þú mátt velja þetta, mér er sama. En ef þú værir alltaf eitthvað, já, ég er náttúrulega bara eitthvað, ég veit það ekki, ég vil ekki taka neitt dæmi það því að þetta er persónulegt og ég er ekki að tala um þennan einstakling, heldur að ég er að lýsa sjálfum mér sko. Og já, svona er ég. Já. Kassalaga flex með reglur en samt, jú, ég held ég sé alltaf með einhverja reglur. Sumar að þeim eru bara mjög skrýtnar. Já, sumar er ekkert eitthvað að vinna með mér. Nei. En ég reyni þó að Hulda sé búin að pikka þér upp á hans að ég var rættar og þá náttúrulega reyni ég að láta þetta ekki hafa neikvæð áhrif á fólkið mitt. Talandi byrðastöðuna. Já. Nei, ég held áfram fyrst. Ég er að fara að snúð úr. Já, ég veit þú veist að fara að segja eitthvað meira. Snúð út úr eftir smá. Sko, eitt af því sem það var svona eitt moment sem ég fattaði að því að ég elda oftast en það kom fyrir einu svona að Hulda var dálítið elda nokkur ár síðan og svo eldaði hún eitthvað og svona laði smá metna í það og svo bara eitthvað búin að hafa mikið fyrir því og svo setjast þú á borðum og ég svona byrja að borða og ég svona já, vantar kannski aðeins meira þetta, kannski aðeins meira svona basil eða salt eða pipar og já, það var gott kannski að það væri ég semst besta matinn af því að það sem ég gerir þegar ég elda þá er ég alltaf besta og þegar ég er búin að besta þá ferða í uppskriftabókina sko. Já, ég með kerfi sko. Þannig að þegar ég er búin að baka einhverja köku til dæmis nokkur sinnum bara finna hlutulegin og hún er í þrígang bara geggjuð þá fer uppskriftin í bókina af því þá er ég búin að mastera og þannig að ég hugsaði þannig og þarna bara er Hulda búin að gera þetta og ég eitthvað svona, já, ok, já, þetta er allt í lagi sko, en eitthvað og ég er ekki að segja, skilur, ég er ekki að gagnrýna hana eitthvað, það er ekki hugsunin mín hugsunin mín er bara, markmið okkar hér er að besta hana mat ég sé fyrir mér þetta típist svona sest niður og sest svona maður hefur séð fólk skera þetta sko, sest svona og fara matinn og það tegir sig í saltið og það saltar svona áður að byrja að borða ég gerir ráð fyrir að þetta sé nú ekki alveg kryddarétt. Nei, ég er örugglega típan sem gerði þetta en ég gerir þetta ekki lengur en þarna áttaði mig á því að því að Hulda var sár þú veist, ég særði Huldu með þessu bara virkilega og þarna áttaði mig á því já, hörðu ég get gert þetta með mig ég er ekki verið að gera og pæla ég er ekki verið að gera þetta við hana eða fólki í kringum mig sko. Þetta hefði ég nú mögulega getað sagt fyrir fram en já, þetta er alveg en fattar þetta ég fattaði þetta ekki þú fattaði þetta ekki? Nei, við rættum þetta hjá parasólfræðingum okkar ok ég ætlaði bara að spyrja varandi byrðastöðu sko og veist alltaf hvað er mikið hvað áttu mikið að uþundabustum svona auka? Alltaf bara einn? Já það því að hendi mörgum kannski í viku Nei, það er reglur heima hjá mér Haukur þetta gerist ekki vegna þess að reglur það er kerfi heima hjá mér herru, hlustandinn já Jæja, þú ert komið með heyrðu, nú heyrðu við höfum talað aðeins hann Gísla í þessum senasta þætti og hann hefur sendt inn einn miða það var fyrir svona 12 árum finnst mér bara með þeim fyrstu og hann var að koma núna og hann er svolítið skrítinn Gísli ég vil bara manna eftir hann er svona það er Gísli Björgvin sem skrifar undir þetta dragið nýja áskorun já, við erum að draga aðra áskorun og leysið hana án þess að snúa út úr eða vera fyndnir
Ói, hvað Gísli leiðilegur. Þetta er svo leiðilegum, það sko Gísli. Ói. En meðan þú finnur annað með það, þá, sem sagt, Gísli, vinur minn, hann sem býr á Tenerife, hann hefur greinlega ekkert annað að gera í lífinu, hann hlusta okkur. Nei, joke, ok. Hann hlustar allar þetta. Já, hann hlustar og hann alltaf að gefa mig feedback, mjög skemmtilegt. Og ég ákvaða að bæta honum bara í grúpu með mér og þér. Já. Og þetta ger ég eitthvað kvöldið. Ég fer í fyrsta skipti að tala við hennar mann bara í það senstu viku. Já. Þegar þú gerir þetta. Já, herðu, allavega það sem ég ætla að segja hér mjög áhugavert. Og ég hef talað þetta við konuna hans og konuna mína. Já. Ég bjóst við, herru, Gísli með okkur, hann sendur okkur feedback og ég bjóst við að þetta svona, fengjum einu svona viku feedback frá honum, kannski hljóðskilabóð eða eitthvað. Nei. Þarna bara, að ég hef gaggrindi fyrir að vera svolítið leiðilegur og kaldur og fjarlægur. Já. Ég hef aldrei séð Hauk Bragason svona, þetta var eins og þetta væri bara æsku vinuðinn. Það var bara eins og það væri búin að þekkjast í áratugi og ég hefði þarna verið bara að setja ykkur í grúppchat af því að ég var ekki að segja neitt. Ég nefndi ekki svona lesveld skilabóðin sem þau voru að tala saman Nei. Þannig að þið bara bonduð instantly. Það tvennt sem ég vil segja þetta. Númer 1. Mér hefur bara alltaf fundist að vera svolítið skemmtilegur. Það ég bara svolítið til í að tala við hann. Byrju, hvernig? Bara, þú veist, það sem þú hefur verið að segja hann og þú veist, það sem ég sé hans skrifa og eitthvað svona. Ok. Bara, örgulega skemmtilega gæi. Já. Þannig að þarna gafstu með plattform til þess að tala við hann, skiljum. Og þá var ég náttúrulega bara skemmtilega við hann, af því að ég var búin að ákveða að hann er skemmtilegur, sko. Og líka hann gaf mjög mikið af sér. Já, hann er enda mjög góður, sko. Og í samtalenu bara strax og það er náttúrulega auðvelt að pikka upp. Og það er atriði númer 2 sem ég ætla að tala um. Og það er hægt að gefa af sér. Og ég gaggrindi þig fyrir það þarna þegar þú varst að kvarta yfir því hvað þið við varum fannir að tala mikið saman í sjóspjallinu og við varum að senda eitthvað svona talskilabóð eitthvað svona því við erum meðaldra kallmenn og þú nefndir ekki hlusta á þau og þá er ég að gaggrina þig fyrir það að maður þarf líka bara svolítið að gefa af sér og þú gerir það ekki alltaf. Nei, ekki alltaf. Sorry, ég ætla að henda það bara beint undir þessu rútuna að og stundum er ég svona, þú veist, að þegar við erum svona, við erum svolítið að byrja að vera vinir, sko. Já. Ég og þú. Já. Við erum búin að vera hérna í hálft ári í þessari vegferð. Já. Að sko, ég er að senda þér eitthvað sem ég sé á netinu sem ég finnst skemmtilegt eða áhugavert eða bara fyndið. Já. Þú horfur ekki á það. Nei. Þú nennir þess ekki. Nei. Hver eru skilabóðin til mín? Ok, þú bara verður að taka því einhvern veginn. Ég get ekki borið ábyrgð á þinni líðan, Haukur. Nei. En þú getur haft áhrif á hana. Já, ok, sko, ég veit upp á mig sökina hana. Mér er bara alveg sama. Mér þykir samt vænt við ykkur. En veistu það? Þetta var frábært svar. En veistu það, ég bara, stundum er ég bara ekki skapi til þess að horfa á eitthvað. Eða stundum er ég bara ekki aðstuð til þess að hlusta á 30 mínútna hljóðskilabóð. Þú ert rosa upptekinn. Nei, bara stundum er ég upptekinn og svo bara gleymi ég eftir að hlusta á hljóðskilabóð. Veistu hvað, ég er búin að pæla síðust daga þig. Ég held að þig vanti áhugamál. Já, ég á engin áhugamál nema stúdíóið og baka og svona. Ég held að þig vanti eitthvað sem tengist feminisma mynd og hljóðverspælingum aktivisma, ekki neitt. Nei, tengist ég bara ekkert. Þú varst með áhugamál. Jú. Fótboltan. Já. Ég skil pínlítið þína afstöðu og leið þar út af bara hvað er að gerast í samfélaginu og hvað eru margir myndir og allt þetta. Ég skil það, en sko ég held að þú þurfir eitthvað sem er bara alveg ótengt þessu. Já. Og það, ég held að myndi gera mikið fyrir þig og þannig er ég bara að tala út frá minni reynslu. Að bara, sko, ég hef alltaf fundið það að ég verð að vera með eitthvað sem er bara svona alveg laust við annað í lífi mínu sem er bara svona áhugamál. Já. Og ég veit að ég er í forréttindastöðu að segja þetta út af því að, þú veist, hvað ég segja, kallar geta leyft sér áhugamál. Konur geta það bara ekkert alltaf. Af því að það er þú veist, það er önnur umræða sem tekur langa tíma. En það er það sem ég ætla að segja. En ég held að ég held samt að þú getur leyft þér eitthvað svona smá, sko. Já. Af því þú ert á góðum stað. Já, en ég á þessi 3 börn og og
ég náttúrulega bara óttans kona í lífinu, þannig að nei, ég bara reyna að vanda mig og ég bara meðvitað það að það ekki akkurat núna í lífinu rými fyrir neina áhugamál okay. En hins vegar ger ég hluti sem að hefur svona tvíþættan tilgang, annars vegar að næra eitthvað í mér og hins vegar eitthvað sem að, þú veist, eins og bara í gærkvöldi þá var ég hérna já, reyndar fatt að, þú veist, eldamennska og bakstur það áhugamál já, einhverju liti áhugamál en það er svo mikið tengt já, og þannig hef ég reynd að gera það, sko, það er svona tvíþættur tilgangur já. Annars vegar að ég hef gaman að því, það er einhver nöytt, það er einhver áhugi og það þjónar tilgangi, annarkvort fyrir fjölskylduna eins og elda að baka eða fyrir vinnuna, stúdíóið, þú veist, græja og gera hérna. Þannig að mér finnst alveg gaman að vinna í höndunum og smíða og græja og gera og líka að elda og baka og þannig. En ég er raunni, þegar ég hef farið offorsi í svona tengdu efni, eins og að smíða hundabæli sem að tók miklu meiri tíma en kannski var áætlað og smíða upphækkaðan vassdallsstall jú þá á ég það til að sko ég er svo upptekinn að ég bara hef ekki tíma til þess að sinna neina öðru fattaru, og þá náttúrulega bitnar það á Huldu þannig ég er ekki með á áhugamálum tekur mig kannski aðeins lengur en eitthvað sem sagt það sem ég er að hugsa er einmitt eitthvað sem er ekki tengt neinu öðru og eitthvað sem að gæti kannski komið í staðinn fyrir bara þú veist, ef ég tengi þetta bara við það sem ég var að tala senast en það bara flóttan inn í síman bara, þú veist, ég ætla bara að kúpla mig út og í staðinn fyrir að vera þá að, þú veist, flett ykkur og svo leiði það því svolítið inn í einhvern pirring út af því að fyrir að lesa eitthvað aðstæður í samfélaginu, eitthvað fréttir, eitthvað svona að vera bara með eitthvað sem að gefa þér í alvörunni bara, nú er ég bara að hugsa bara eitthvað sem skiptir ekki máli þetta er bara eitthvað sem þú ert að reyna að grúma mig ég er að reyna að grúma þig í NFL eða eitthvað sko eða golf eða frisbeegolf eða þú veist eitthvað svona bara þetta skiptir ekki máli í lífiðinu en þú hefur sjúklegan áhuga á þessu mér finnst það svolítið ég held að það sé gott nú er kannski bara að tala um kannski er ég bara að varpa því sem að mér finnst ég þurfa og hef yfir á þig af því að ég held að þú hefur það ekki já og þetta er bara hárétt ég óska eftir áhugamáli en ég skal senda á þig mörg myndbönd og alls konar hugmyndir og þú skoðar allt saman já en hins vegar sko hef ég ekki alveg tíma fyrir áhugamálin akkurat núna en ég óska samt eftir við stendum að því Herðu, fyrir 10 mínútum dróðum við og það var Gísli sem að sagði við möttum ekki snúa út úr og ekki vera fyndnir bara alvarlegir, mjög leiðilegir hinn miðinn sem ég dró það er hlustandi dagsins er Sigga hún skrifar þið komist að því að náinn vinur er opinberlega og oft búin að vera með haturs orðræðu gegn minnihlutahópum hvað gerir þið? Haturs orðræða náinn vinur hverju man ég aldrei eftir að gera tíman sko start núna þið komist að því að náinn vinur er opinberlega og oft búin að vera með haturs orðræðu gegn minnihlutahópum hvað gerir þið? Sko ég og við þurfum að pása okkur að snúa ekki út úr já sko ok ég myndi svara þessum nána vini mínum opinberlega þar að segja á þeim vettvangi sem að hann er að spúa þess út ef þetta er kommentakerfi ef þetta er á hans eigin miðlum eitthvað þá myndi ég fara þangað og segja eitthvað þar ok áður en þú tala beint við hann eða í staðinn bæði af hverju? Vegna þess að mér finnst mikilvægt að það sé sýnilegt að ég samþykki ekki þessu orðræðu og líka sko nú er að hafa í huga að sko ég er ekki að segja að ég sé þekktur eða frægur eða með einhvern status en ég er samt sem áður stend ég fyrir eitthvað opinberlega þannig að ég get ekki
sko haft þetta tvöfalda siðgæði að láta þetta slæta skilur, en ekki eitthvað annað það bara slætar ekkert þannig að þá þarf ég get ekki bara eitthvað að vera vinalegur við hann og tala við hann eitthvað í engaskilabóðum og ekki svara honum þar sem hann að spúa þessu það þarf að vera bæði. Ég myndi gera akkurat hitt okay. og nú er ég að hugsa þetta sko, já, bara í fyrsta skipti ég held að ég myndi ég kemst að því að þetta er opinberlega og oft ég myndi tala við hann undir 4 augu ég myndi segja sko af því að ég geng út frá því að ef hann er með hvernig var þetta orðað með hatursorðað gegn minnihlutahópum ég geng út frá því að þarna skorti hann upplýsingar að hann vantar sko það er eitthvað sem hann er ekki að tengja saman hann veit ekki betur þú veist ég hugsa þetta þannig Þú ætlar að gefa það? Já, ég ætla að gefa það þannig að ég myndi tala við hann þetta og sérst minnihlutahópin eða hópana og ég myndi líklega benda honum á að lesa kannski þessa grein eða þessa grein eða að ég myndi senda á hann myndband og ég myndi segja farða hans í gegnum þetta ég held að þú sért þú ert betri maður en þetta ég myndi örugglega orða þetta svolítið þannig þú þarft eitthvað að endurskoða þetta það er ekki eðlilegt að tala svona opinberlega ég held að ég myndi gera þetta okay. Nú bara vill svo til að ég á bara þessa reynslu bara með fólki sem er nálægt mér sko við erum alveg að tala um þetta þetta er örugglega hátt í 20 einstaklinga sem að hefur og fer fjölgandi í samfélaginu eins og það er að þróast þú veist þannig að það er rauninni einmitt þetta samtal náttúrulega eðlilega ef að við erum vinir þá höfum við átt þessi samtal oft og það er alveg mín reynsla þetta er náinn vinur sko. Þannig að hann getur ekki verið náinn mér nema að hafa átt þetta samtal að einhverju leiti og það er mín reynsla með marga einstaklinga sem hafa verið nálægt mér að ýmis samtöl hafa verið tekin ítrekkað og oft svo heldur við komandi áfram að gera þetta opinberlega og ég hef svarað því opinberlega og séð að það ber ekki árangur að þá er tvennt annarkvort þarf ég að horfa fram hjá þessu og við ætlum bara að vera vinir á öðrum forsendum heldur en þessu eða við erum ekki nánir vinir lengur og það hefur oftar verið raunin við erum ekki nánir vinir lengur af því að og þannig kannski kemur að trúnaðinu skilur Akkurat. ég get einhvern veginn ekki Nú er þetta snúið þú ert fann að tala um eitthvað annað trúnaði það passa Gístur brjálaður Nei, en ég er samt mjög alvarlegur og ég er ekki að gera grín þú ert að gera grín núna wow. Þetta var meta grín Aftur Við erum, Haukur, hættu Haukur Vertu alvarlegur einu sinni já. Þetta tókst ekki Nei, þetta er erfitt Ég var alvarlegur Haukur Ég var að vera alvarlegur Þú varst að snúa út úr Nei Þú varst að fara að tengja þetta við eitthvað allt annað Já, ég var Þú varst að fara að færa umræðinni annað Nei, ég var að færa betri rök fyrir afstöðu minni okay. Þetta er ekki bara hypothetical Þetta er alvöru 15 sekundur eftir Af því einni mínúti í þetta herðu En já, þetta vill bara svo til að ég á þessa reynslu oftar en einu sinni En hefurðu prófað hina aðferðina? Það sem ég Já, að tala og konfronta Já Gekk ekki? Nei Tímbúin Þvílíkur þáttur maður Rosa langur þáttur Það var margt sem við fórum í gegnum samt Já, við ferðum víða í dag Þetta var stórkostlegt og langt andlegt ferðar